Segðu mér, sko, nú segir þú að þeir eigi í rauninni enga kröfu á okkur. Og ég var til dæmis með þýskan lögfræðing hérna í viðtali fyrir vetur sem heitir Tobias Fuchs og hann rannsakaði þetta mál í Þýskalandi við lagastofnun í Þýskalandi. Hann komst að því að rökin innistæðutryggingarnar þau væri haldlaus, en það væri hugsanlega hægt að hanga okkur á hérna. Hann hafði náttúrulega sambandum við þessi maður fyrir sko. Já, á mismununum. Á þessum tíma, en hann samt að segja, ok, hann kemst að þessari niðurstöðu eins og við með innistæðutryggingakerfið, en hann hins vegar kemst að annarri niðurstöðu varðandi mismunun. En spurningin bara, ég meina, erum við ekki bara ferlega góða líkur að við getum unnið þetta mál fyrir EFTA-dómstólum og þá væri það bara úr sögunni fyrir okkur? Jú, það að mínum mati það góða líkur, en ég veit að það eru mjög margir ósammála með það, en ég met þær alls ekki slæmar og ég held hins vegar ef þú horfir á sko tölurnar sem við erum konum með þetta niður í, af því að það líka annað, þegar þú ert að meta samninginn, þá erum menn að segja, ok, hann kostar frá 25 var nú sagt einhverstaðar sko upp í 230-40 milljarða sko. En þá ætti líka komið með alls konar breytur hann inni sem eru mjög ólíklegar. 50% gengisfellingu, 10% sko lækkun á núverandi mati sko skilandarinnar og og seinkun á útgreiðslum. Þetta svona scenario sem er mjög ólíklegt að mínu mati að gerist og ef það gerist þá erum við nú í mjög vondum málum ef gengið fellur 50% viðbót þess að það er núna þá í sögulegu lágmarki þá erum við þá stöndum við augljóslega mjög illa sko. En hvað með þau orð Sigmundar Davíðs í Mokkanum að Bretar myndu bara hvorki vilja vinna né tapa dómsmáli? Það er auðvitað kenning sem að ég hef tekið undir á sínum tíma og ég er alveg sammála því að niðurstaða sem hljómar þannig að það sé ríkisábyrgð á innistæðum, ég held að það sé enginn að sækjast eftir því. Ég myndi halda það með skosti að Bretar og Hollendingar væru ekkert sérstaklega að sækjast eftir þeirri niðurstöðu. En hins vegar að þá snýst þetta máli miklu fleira. Það snýst til dæmis þessa jafnræðisreglu og hún skapar ekkert fordæmi mitt eða neitt. Hún skapar bara það fordæmi og þú verður að koma eins fram við alla. Og þannig að það sko, þetta mál snýst ekkert það að Bretar og Hollendingar sé að knýja fram sko, þá niðurstöðu þessi ríkis á innstæðum. Og ég held að ef að niðurstaða EFTA-dómstólsins verður eitthvað í þessa veru, þá myndu ekki geta lesið það út úr því. Nei. Þú myndi geta lesið það út úr því, niðurstaðan mun þá verða svo, annarkvort verður þetta byggt á jafnræðisreglunni eða þá því að innleiðingin og framkvæmdin hafi ekki verið með réttum hætti. Sem að síði þá ef hún hefði verið það, þá er engin ábyrgð. Þannig að menn munu ekki láta þetta sko hljóma þannig eins og það sé ríkisábyrgð á innstæðum. En náttúrulega í þessum orðum liggur að sko Bretar kannski viljir ekkert að þetta mál fari fyrir dóm og þá kannski ykkur óskum að þetta rauninni bara gufi upp sko. Já, það er nú held ég óskekja sko. En svo er náttúrulega hitt líka að þetta mál er ekki í þessum farvegi. Það er ekki Bretar sem eru að reka þetta mál, það er ESA sem er með málið. ESA er náttúrulega eftirlitsstofnun, bara svona eins og samkeppniseftirliti hér eða við líka stofnanir, sem ber skylda til þess að fylgja svona málum eftir. Eftirlitsstofnun EFTA. Já, og hún er að fylgjast með því að menn séu ekki að brjóta gegn samningunum. Og hún er búin að komast að þeirri niðurstöðu sjálf að það hafi verið gert. Og líkurnar á því að þetta mál fari ekki fyrir dómstóla eru nánast engar. Segðu mér, sko, nú er málið að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu og menn náttúrulega munu skiptast í fylkingar, en getur þú sagt við mig, og þú varst á móti fyrir samningum, að þessi samningur sem við erum núna sé nógu góður til að samþykkja hann og að áhættan sé ekki svo mikil að það geti haft vond áhrif á okkur á þjóðarbúskapinn? Sko, ég get sagt það að ég náttúrulega svona að reyna að kynna efnið þessa samnings og ég hef ekki talið sko, það að þjóna einhverju tilgangi að ég sé endilega upplýsa mína persónulegu skoðun á þessu. Ég get bara sagt það að þegar við sko, fórum að skrifa þessa greinar við Stefán Már sem var reyndar í fyrstu vikun eftir hrun og ég held að það hefði orðið 15 talsins sko, að þá náttúrulega var það sem að þá sögðu við ítrekað að við værum ekki á móti samningum. Nei. En menn yrðast, eins og ég sagði nú ekkert í þessum sal hér sko, menn yrðast standi í lappirnar og ætti ekki að lippast niður á hnén þó eitthvað blés á móti. Og það er nákvæmlega sem við gerðum í þessari samninganefnd. Við fórum ekkert þarna sko, við vorum þarna algjörlega á okkar mati minnskosti á jafnræðis grundvelli við þessar sem við vorum að semja við. Og það var ekkert, við vorum ekkert hræddari en þeir í þessum samningum. En þannig að það er í sjálfu sér sko, bara þannig því sem til haga haldið að samningar það getur verið alltaf og er alltaf skynsamlegt að reyna samninga í öllum ágreiningsmálum.
En síðan náttúrulega, eins og ég sagði þá tel ég að þessi samningar endurspegli svona að þessar þrjár þjóðir sé að leysa úr þessu vandamáli saman. Við erum að tala um 2,64% vexti á móti 5,55 í eldri samningum, á móti 5,8 sem að Írar eru að fá til dæmis núna frá Evrópusambandinu, á móti 7% sem að Portúgalar eru að fá. Þannig að við erum og með við það að fjármagnskostnaður Breta var 3,828% á þessum tíma. Þannig að við erum að tala um að þessar þjóðir eru að taka verulegan þátt í þessu. Þannig að þann hátt er þetta allt verið þessi samningar. Formlega, forminu til er þetta líka allt verið þessi samningar. Þannig að en ég skil hins vegar þá sem segja bara í prinsipinu að okkur ber ekki skylda til að borga þetta, við eigum ekki að borga þetta nema þá fá okkur dóm. En þá geta menn líka spurt sig en hvað er verið að gera núna? Það er verið að borga 20 milljarða í Sparisjóð Keflavíkur því að við ætlum ekki að borga skuldir óreiðumanna eða hvað þetta er nákvæmlega. Við erum búin að setja 10 milljarða í fyrirtæki eins og Sjóvá og hinn á þessa Sparisjóði og núna Sparisjóð Keflavíkur fyrir utan yfirtökun á bönkunum. Þannig að við erum að gera þetta alla daga Það er ekki eins og þetta sé eina tilvikið. Og nú erum við komin í þá stöðu að þetta er náttúrulega miklu læritölur. Þetta er 1/10 af því sem var talað fyrir ári síðan. Þegar við fórum út til að semja fyrir rúma ári síðan, þá vorum við með útreikninga á þeim samningi sem þá var til og var átt að fara í kosningar með. Hann var heildarkostnaður samkvæmt honum var 479 milljarðar. Það er nú ástæðan fyrir því að við settum inn svona varúðarákvæði að við getum verið að borga þetta alveg til 2046 En nú erum við að tala um 47 milljarða og ég er alveg sannfærður það að það kemur til með að minnka. Þetta svo upphæð kemur til með að lækka vegna þess að eignir búsins eru mjög varlega metnar og ég vænti þess að það muni koma meira út úr búinu heldur en... Þú segir að þetta sé núna í 47 milljörðum og þetta verður lægri upphæð sem að ríkið þarf að greiða, skattgreiðendur sem að greiða. Já, það er mitt mat. Vegna þess að þessar eignir eru þannig. Við erum fyrsta lagi, við erum með eignir í peningum í þessum núna inn í skilanefndinu upp á 350-400 milljarða getum við sagt. Bara klári peningar. Við erum með skuldabréf á Íslenska ríkisbankann með forgangsveð í öllum hans eignum og það er einhverstaðar á milli 300 og 400 milljarðar. Þannig að við erum kannski með 750 milljarða bara í þessum, af þessum 1138 milljarðum sem það eru eignir sem að þeir telja góðar og við göngum út frá, þá erum við með kannski 750 milljarða bara í þessum peningalegum eignum. Síðan eru þeir að vinna með eignir upp á 1500 milljarða aðrar eignir sem þeir eru að meta kannski á einhverja 400 milljarða. Og þar á meðal til dæmis Iceland Food keðjan sem að ef hún selst á því verði sem að menn hafa verið að flytja fréttir af að tilboð sig að koma í hana á, þá erum við að tala um að eignir búsins muni hækka hátt í 100 milljarða, bara við það. Ef við tökum eitt í viðbót, við tökum ef að Ragnars Hall túlkunin á gjaldþrotalögunum er rétt, sem að ég hef nú trú á, að þá er Icesave horfið, vegna þess að þá fáum við allt greitt og vaxtakostnaðurinn minnkar og nú ef að heilsulínlánin verða ekki dæmd sem forgangskröfur eins og ég tel að séu töluvera líkur, 50-50 líkur á, að þá detta 150-60 milljarðar út úr forgangskröfunum sem þýðir að það er nóg til handa þeim sem eftirstanda í forgangi. Þannig að þarna eru bara 3 atriði sem ég nefni sem að hvert sig myndi gera það verkum að Icesave myndi minnka og jafnvel hverfa. En það eru, menn hafa nefnt á móti, þetta með heildsölu innlánin, menn hafa nefnt að mögulegt sé að neyðarlögunum verði hnekkt fyrir dómi og að mögulegt sé að krónan falli. Ef að neyðarlögunum verður hnekkt, sem að ég tel enga líkur á, vegna þess að allavega gagnvart lágmarksinnistæðunum, að ef það er ekki neyðarréttur, við áttum okkur því ESA er þá búin að staðfesta þau, ESA er búin að samþykja það, að það hefur verið eðlileg og rétt með sjónarmið á bak við það að tryggja innistæðunar. En þeir enda að segja, þá erum við ekki að tala um hvort að einhverjum hafi verið mismunað, en þeir sem samþykja það. Og þannig og ef það er ekki samþykkt að það séu 20.000 evrur séu tryggðar, þá hefði enginn á Íslandi átt eina einustu krónu. Það hefði ekki verið til sparifé í landinu. Þannig ef það uppfyllir ekki kröfu neyðarrétt að tryggja að minnsta kosti lágmarkið, að þá er ekki til sem heitir neyðarréttur. Þannig að ég held að sá ótti sé ekki hann skiptir ekki miklu máli og svo getum við líka sagt þá ef að það gerist ef að neyðarlögin falla
þá gerist miklu meira heldur en þetta. Þá falla hérna einhverjar 1500-2000 milljarðar sem að sko skilanefndirnar eru búin að borga út sem forgangskröfur og þær eru að vinna á ábyrgð ríkisins. Það eru skipaðar af fjármálaeftirlitinu. Nú við sjáum 500 milljarðar hérna bara á Íslandi hérna sem var yfirtekið af Landsbankanum. Þannig að við þurfum ekki að hafa ágjörð af þessu máli sko ef að til þess kemur sko. En það er sem þjóðaratkvæðagreiðsla framundan. Finnst þér eðlilegt að málið fari þá leið? Veistu að þetta er náttúrulega mjög sérstakt mál. Og ég get alveg sagt að ég hef verið ósáttur við það hvað þessi samningur hefur verið illa kynntur og hann hefur verið kynntur í svona slagorðum og yfirlýsingum pólitískra aðila sem er að skilmast eitthvað einhverja niðurstöður og hann hefur ekki verið kynntur þjóðinni með öðrum hætti. Við höfum kynnt þetta náttúrulega á þinginu og þingmenn eiga að vita nokkuð vel hvað það snýst. Og ég hef lýst í margsinnis yfir að mér hefur fundist að það átt að kynna þjóðinni þennan samning en þess að þjóðin er búin að vera svo stór þáttakandi í allir þessar umræður. Þannig að ég segi sko að vissanhátt er þó allavega ánægjuefni að núna fær vonandi þjóðin einhver almennilega kynningu á þessu. Ég held að það hafi aldrei komið fyrir bara í mannkynssögunni að þjóð sé jafn vel inn í svona tæknilegu smáatriðum í svona deila af þessu tægi sko. Það eru bara gangandi hér allar götur sko sérfræðingar í Icesave sem bara eru svo vel lesnir að þeir getur bara haldið fyrirlestra málið sko á fræðilegum grunni sko. Þannig að og maður sér ef maður fer nú að lesa þessi blogg sko þá eru þvílíkir fjöldi sérfræðingar á ferli í landinu sem að vita meira um en allt um þetta mál. En þakka þér fyrir að koma í þáttinn, Lárus Blöndal, við ætlum að fá hann Sverrir Agnarsson hérna rétt á eftir að tala um Líbíu.